Komið sæl, í dag hafa verið él eða slydduél norðan og austanvert landið en yfirleitt bjart veður lengst af sunnan og vestan til og á stóra yfirlitskortinu sjáum við að það eru lægðir hér suður í hafi og smá lægð hér suður af landinu og eins fyrir austan okkur og yfir Grænlandi er hæðasvæði. Og þróunin á þessu næsta sólarhringinn er svo að þetta sem víðáttumikla lægð hér færist í austurátt og fer yfir Bretlandseyjar á morgun en smálægðirnar eyðast smám saman og næsta lægð er svo að myndast við Nýfundaland og hún kemur til með að fara hér í kjölfarið á þeirri fyrri. En hitinn fór lagst niður í 11 stiga frost síðastliðna nótt en í dag komst hitinn hæst upp í 7 stig í Öræfum og einnig í Surtsey og ef við skoðum hér þróunina á hitasviðinu þá er tiltölulega svalt loft yfir landinu okkar að mestu leyti en til morguns má reikna með að verði eilítið mildara loft sem komi upp að ströndinni bæði sunnan og austan til þannig að hitinn verður væntanlega rétt og yfir frostmarkið víðast en frost inn til landsins. Og ef við skoðum hér vind og skýjahulu í kvöld og næsta sólarhringinn þá er gert ráð fyrir því að það verði áfram éljagangur víða norðan og austan til en það kemur dálítið lægðadrag hér upp að suðvesturströndinni tíma í nótt þannig að það gæti orðið stöku slydduél við suður og suðvesturströndina í nótt og fram eftir degi á morgun en síðan léttir aftur til þar og hádegi verður staðan á þessa leið norðaustlæg átt hjá okkur, strekkingsvindur á Vestfjörðum og hér allra syðst, dálítil él á Vestfjörðum og má reikna með að þar verði einnig skafrenningur á fjallvegum en á norðausturlandi er búist við að verði skýjað að mestu leyti og einhver él og jafnvel þoka inn til landsins. En mest allt sunnan og vestanvert landið verður skýjað með köflum eða bjartviðri. Og svo fram til laugardags þá er gert ráð fyrir því að það verði ekki ósvipuð staða áfram, él með norður- og austurströndinni og af og til hér inn á sunnanvert landið slæðast einhver él. Þannig að miðjan dag á laugardag er útlit fyrir að verði áfram austan og norðaustanátt hjá okkur, einhver él með köflum við norðvesturströndina og einnig hér á norðausturhluta landsins. Og þá él eða skúrir en yfirleitt þurrt og bjart sunnan og vestan til. Og hitinn áfram svipaður, vægt frost inn til landsins en rétt yfir frostmarki við ströndina. Og á sunnudag staðan svipuð áfram, dálítil él á norðausturlandi, él eða slydduél en áfram þurrt og bjart sunnan og vestan til. Og eins á mánudag er gert ráð fyrir að verði rigning eða slydda með köflum allt norðanvert landið en þurrt að mestu leyti syðra og heldur kólnandi og á þriðjudag er svo útlit fyrir að verði einhver él á norðvesturhluta landsins og skúrir með norðurströndinni en yfirleitt þurrt sunnan til. Og ef við lítum hér yfir á önnur lönd í Evrópu þá er útlit fyrir að lægðin sem að veldur veðrinu hjá okkur fari yfir Bretlandseyjar á morgun og þar verður víða vætusamt, rigning eða skúrir. Eins er gert ráð fyrir skúraveðri víða í álfunni og á Grikklandi hefur verið varað við eldingum á morgun. Og á Íberíuskaga er einnig reiknað með að verði skúraveður í Portúgal en þurrara á Spáni. Og á Kanaríeyjum er reiknað með að verði og yfir 20 stiga hiti, skýjað með köflum og yfirleitt þurrt. Og í Norður-Ameríku er nokkuð kalt í norðurhluta álfunnar en þó er gert ráð fyrir rigningu í Seattle en skúralofti hér sunnan til og einungis 1 stigs hiti í Denver á morgun. En hjá okkur er gert ráð fyrir því að það verði norðaustlæg átt á morgun, strekkingsvindur á Vestfjörðum og við suðurströndina og dálítil él norðan og austan til en þurrt og bjart suðvestan til. Verði sæl.